sjálfan sig, það í húsi Guðs, kirkjunni, þess vegna ég var að koma í kirkju. Og takk fyrir að leyfa mér að koma. Þetta bara yndislegt tækifæri og fá að koma og tala orð Guðs. Þetta það sem að liggur mér svona dýpst á hjarta og ég að vinna í skóla núna, sem æðislegt. En ég dregst alltaf að þessu að geta talað orð Guðs. En ég ætla að byrja á svona miður skemmtilegri sögu. Ég þess að tvíburi og ég á tvíburabróðir. Og hann var alltaf svona rosalega djarfur sem barn og enn þann daginn í dag. Og einu sinni þá, hann á svo bát og í kafari og búin að vera mikið út á sjónum og svona. Hann og vinir hans voru á svona töðru. Ákvað bara einn daginn að fara að leika sér í svona falli, þar sem að bátur dregur falli hérna svona upp. Og þeir voru nokkrir saman. Og svo spurt, jæja, hver ætlar að vera fyrstur? Ég, segir hann. Og þetta lýsir honum svolítið. Hann var alltaf svo djarfur og aldrei hræddur við neitt. Og þeir byrja að binda hann og svo fer báturinn af stað, dregur hann upp. Og hann komin upp, fann að svífa. Og þá gerist eitthvað að það slitnar hérna band, og bara það slitnar. Og hann byrjar bara að hrapa niður og það var rosalega mikið vindur og rok. Og hann hrapar bara niður og niður í fjöruna þarna í Vestmannaeyjum og það var svo mikið rok að vindurinn dró í fallífuna þannig að það bara dróst svona meðfram ströndinni og ströndin var full af svona beittum steinum. Og hann dróst bara eftir þessu og strákarnir alveg bara beina leið á eftir honum og reyna að ná í hann. Og þetta endaði bara þannig að hann var alveg ofsalega marinn bara á öllum líkamanum en fór samt vel, hann brotnaði ekki og fór vel í lokin, sko. Og mér langaði svolítið að segja bara með þessari sögu svona í byrjun að eins og með kynslóðirnar, Adam og Eva eru þau sem byrja. Við lærum af þeim, alveg eins og þeir læra af mistökunum sem hann gerði. Ef þeir hafa ákveðið að halda áfram, þegar þeir gerðu reyndar ekki þarna, þá hefði svo næst alveg pottet séð fyrir því að bandið væri í lagi. En það var af því að hann sá það sem það hefði gerst. Og við getum verið svo þakklátt fyrir það að eiga ritninguna sem segir okkur frá hvað kynslóðirnir gerðu, mistökin sem að þau gerðu sem sagt, og lært af þeim. Og ef maður hugsar út í það, mér langar nefnilega svolítið að tala rýna svolítið meira í það sem ég var að tala síðast. Ég bara óvart fór í það. Mér langaði svo mikið að bara rýna meira í fagnaðarerindi. Og ef við hugsum aðeins út í bara, ef maður ætlar að skapa veröld sem að hefur frjálsan vilja, það er eitt. En svo er annað, ef maður ætlar að skapa veröld sem hefur frjálsan vilja, og er réttlát, og það er ríkir réttlæti. Þá erum við búin að flækja málið svolítið mikið. Þá er ekki takt að töfra neitt fram. Það þurfa bara ákveðnir hlutir að eiga sér stað. Og ef að réttlæti mun eiga sér stað, þá kemur ábyrgð. Og þá gæti átt sér stað refsing eða dómur. Þannig er það bara. Og ef við hugsum okkur bara, svo til dæmis hugtakið ferli og bara vöxt og blóm. Allt vex þetta bara hægt. Allt sem við sáum í jörð, það vex hægt, við sjáum það ekki vaxa. Sáðmaðurinn, hann sáir í jörðina, svo fer hann heim, kemur svo aftur. Af því hann veit það að hann getur ekki staðið og hort á, því það gerist ekkert fyrir framan augun á honum. Það vex allt svo hægt. Og þetta er ákveðið ferli sem að þarf að eiga sér stað. Og þannig er það að þegar Guð skapar himinn og jörð og hann skapar manninn og fer af stað með þetta, þá fer ákveðið ferli af stað. Og það ferli þarf að eiga sér stað. Við viljum oft fá bara eitthvað svona instant. Akkur gat Guð ekki bara, akkur þurftu þetta illa að eiga sér stað, akkur þurftu þau að falla, akkur þurftu þetta að gerast, akkur gat hann ekki bara smelt fingri, en Guð vissi betur. Það þurfti ákveðið ferli að eiga sér stað og ákveðin þjálfunartími þurfti að eiga sér stað. Eins og ég sagði síðast þegar ég var að tala, þá Adam, hann kemur hann fyrstur
Og í rauninu, að vissu leyti þá öfundar maður hann. Vá, hann fekk að ganga með Guði. Á hinn veginn þá öfundar maður hann alls ekki. Hann var svo fyrsti. Alveg svo Gunni bróðir. Hann var svo fyrsti, ég hefði aldrei viljað verið fyrst. Og en hann var svo grunlaus. Skiljanlega. Hann hafði ekki þessa reynslu sem við höfum í dag. Og hann var í rauninu bara eins og barn. Alveg eins og börn. Þau eru svo grunlaus. Þú getur gabbað þau og þú getur platað þau. Sagt, heyrðu, komdu aðeins. Nei. Jú, ég með nammi. Ok. Og þá eru þau komin. Þú veist, þau eru svo grunlaus. Og hann var svolítið þannig. Svolítið þau voru bara svo ný. Og þegar þetta gerist, þau falla þarna. Og hann bara, það var hún. Þú veist. Eða, nei, þetta varst þú, Guð. Það varst þú sem setti tréð. Og þannig að bara hugsa til þess að, þú veist, þegar Guð setur tréð í garðinu, þegar þeim mistekst. Og þessi stóru mistök á sér stað og þau geta ekki snúið við. Og mér langar bara til að spóla svolítið áfram, alveg núna, fram af það sem að Ísraels fólkið að fara út úr Egyptalandi. Og Guð að leysa þau undan þessari ánauð. Og hann sendir þau í burtu. Og hann hefði getað sendt þau styttri leiðina. Biblían segir það, alveg skýrt, hann hefði getað sendt þau styttri leiðina. En hann sendi þau í átt að Sefhafinu. Hugsaðu ykkur ef þið verið að fara eitthvað og þið verið kannski þreytt. Eða verið að flýja undan ykkur að fara eitthvað. Og einhver myndi segja, heyrðu, auðvitað væri maður rosalega glaður einhver myndi segja, heyrðu, við skulum stytta okkur leið. En ef einhver segir, heyrðu, við skulum lengja leiðina. Nei, alls ekki. Hvað þá ef hann myndi segja, heyrðu, við skulum lengja leiðina og við skulum fara í átt það sem alveg ómögulegt að komast yfir. Sefhafið, Rauðahafið, við skulum gera það. Gaman. En Guð, hann ætlaði þeim að fara þessa leið. Hann vissi alveg að stendur semst í Biblíunni að ef að þeim myndu fara styttri leiðina og þegar þeir sjá að ófriður ríkir, að þau gætu þá snúið tilbaka til Egyptalands. Sendum þau áfram að Sefhafinu. Og hvað gerir Guð? Stórkostlegt kraftaverk. Hann ætlaði aldrei að senda þau út ein. Og hann opnar þarna Rauðahafið og gerir þetta, þau eru bara rétt að byrja. Byrjaði á því, þau sáu bara vandamálum fyrir fram á sig, ó nei, og svo, ó vá, svaka kraftaverk. Ég meina, við höfum ekki eins og séð svona kraftaverk. Og svo komaðu þetta í eyðimörkina og Guð leiður þau síðan upp að Sínaífjalli. En þá er Guð búinn að vera með þeim. Það var engill fyrir aftan þau, stóð fyrir aftan þau. Hann sendi skýstólpa daga og eldstólpa nætur til að leiða þau. Skýstólpinn færði sig með þess að milli, þannig að hann stóð fyrir aftan þau, þannig að einhvern veginn, þú veist, gátu óvinirnir ekki komist af þeim. Hann var sá fyrir þeim. Og hann var búinn að ákveða það að hann myndi fara með þeim í þetta ferðalag. Það var alveg á hreinu. Og síðan koma þau upp að Sínaífjalli og þar segir Guð að hann vilji að þau hlusti á sín boð og hlusti af athygli. Spurningin er, núna þurfa þau að ganga inn í eitthvað nýtt, að hlýða boðorðum Guðs. Þau eru að hlýða boðorðum Guðs. Og það er svona eins og ákveðið ok í rauninni, sko. Að því í raun, ef að þú ferð undir og þjónar einhverjum öðrum, að þá ertu í rauninu komin undir smá ok. Ég er komin í nýja vinnu. Það er smá ok að byrja nýja vinnu, að þú vilt gera allt rétt og þú vilt standa undir væntingum og þú vilt ekki bara, ef ég fer bara mína eigin leið, það gengur ekki. Það þarf að vera ákveðið, þú veist. Og það er ákveðið ok, sem sagt. Ég var að hugsa að fá að lesa, afsakið. Sko, Ísrael, sem sagt, ég ætla bara að
að hafa alveg á hreinu hvað Guð sagði við Ísrael, eða Guð sagði við Móse, að segja, ég kann ekki að vera með svona mikrofón, afsakið. Drottinn hrópaði til hans af fjallinu og sagði, segðu svo við niðja Jakobs og kunngjörðu Ísraelsmönnum, þið hafið séð hvernig ég hef farið með Egypta, hvernig ég hef borið ykkur á arnarvængjum og flutt til mín. Ef þið nú hlýðið á mig af athygli og haldið sáttmála minn, skuluð þið verða sérstök eign mín umfram aðrar þjóðir. Nú áttu þau að fara að hlýða og þau finna fyrir þetta svona svo beisli sem sett á hest sem ótaminn og hann svona brýst svolítið undan, þú veist, þetta óþægilegt, þú setur eitthvað á mig, þú veist, ég ekki alveg svona eins og þú veist, þú veist, hafið einhvern tímann einhverju sett ykkur mörk, þú veist, að ekki vera með svona kalt, þú veist, ég vil hafa heitt á nóttunni eða, þú veist, ég vil ekki hafa talið svona mikið þegar ég að fara að sofa, ég vil hafa frið, þú veist, þetta er svona óþægilegt, já, þetta óþægilegt og þau eru komin í þetta og þetta er svona eins og beisli verið að setja á þau og þau eru alveg, en þetta er svona þjálfunartími, þetta er mikilvægt, Guð veit hvað hann er að gera, já, þetta er óþægilegt, en ég ætla að vera með ykkur og þau eru komnir inn í eyðimörkina og hvað gerist og þeir finna bara hversu óþægilegt þetta er og Móse upplifir það hvernig bara allir ættbálkarnir, það stendur þannig, allir ættbálkarnir bara hrópuðu og grétu og svo stendur, hver og einn í sínu tjaldi. Getið ímyndað ykkur. Þú veist, ég hef verið að vinna á leikskóla, í skóla, þú veist, ég veit það er 1 barn grætur eða annað hér og 2 og 3 hér, en þau voru þúsundir og það var hver ættbálkur og svo stendur hver og einn grét í sínu tjaldi. Og Móse er bara að kikna, hann getur þetta ekki og hann bara Guð, hann bara, þú veist, var ég þungaður? Var ég þungaður fyrir að tala við Guð? Var ég óléttur? Fæddi ég þessi börn? Fæddi ég allt þetta fólk? Og hann gat þetta ekki, þetta var mikið fyrir hann. Og þetta var svolítið drama, ef við bara ímyndum okkur, þetta var svolítið drama. En það er þetta ferli og það er þessi þjálfunartími. Þeir áttu að fara í gegnum þetta og þeir áttu að fara þessa leið. Guð ætlaði að sjá fyrir þeim og hann gerði það. Mörg kraftaverk sem þeir sáu. Svakalega stór kraftaverk. Og Guð gaf þeim að borða þegar þau voru svöng. Þegar þau voru þyrst, þá gaf þeim að drekka. Hann bara var með þeim. Það var skýstólpi daga. Það var mikill hiti og mikill þurrkur. Og skýin kannski veitti þeim skugga. Pásu til að anda og eldstólpun nætur. Og það fór aldrei frá þeim. Hann var með þeim. Og það sem ég var einhvern tímann að keyra, ég og Högni, vinur minn, og við vorum að ræða eitthvað, ég var að lesa fyrir hann á Galatabréfinu okið. Og hann alveg, ég alveg bíddu, ekki vera að grípa fram í þegar ég er að tala. Ég segi það stundum við hann, sko. Og langaði svo að tala og segja og hann alveg, já, ætlaði eitthvað að segja. Og hann leir, já, ég fekk kom í huga minn svona sameiki. Og við megum kannski bara setja upp myndina af sameiki. Mér langar svolítið að tala um það. Nei, já, hin myndir reyndar, allt góður. Ok, sjáið þið. Sjáið þið myndina? Sameiki. Ok. Nú hoppum við alveg fram í tíman. Og sameiki, bara svona til að lýsa aðeins, hann sá þetta fyrir sér. Hann sá fyrir sér 2 naut. Og ég fann bara, þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað sem, Guð er að segja eitthvað. Það hefur eitthvað með fagnaðarerindi að gera. Og Ísraels líður var búin að upplifa það, hvernig það var að vera manneskja
sem var breisk. Þeir áttu sig strax á því að þeir voru ekki Guð. Þeir sögðu við Guð, við ætlum að gera allt sem þú beðið okkur að segja, við munum gera allt. Og það leið ekki á löngu fyrir það brotnaði, það loforð. Þeir bara áttu sig á því að þau gátu þetta ekki. Og þess vegna þessi hlýðni sem Guð baði varð svolítið að oki fyrir þá. Þau þurftu að bera eitthvað. Það var eins og þau voru að bera eitthvað í einhverju beisli og bara, eitthvað þungt. Af því að þeir upplifðu það að þeir gátu ekki staðist undir öllum þessum væntingum. En svo kemur náðin og svo kemur Jesús og Guð sendir. Hann var búinn að tala þetta út og búinn að segja þetta, ég mun senda anda minn. Ég mun gera ykkur þetta léttbærara. Núna það kannski ekki léttbært þannig. Jú, ég með ykkur en þetta erfitt. Ég mun gera ykkur þetta léttbærara. Það kemur sá dagur, það stendur, það kemur sá dagur, ég mun senda anda minn. Og þegar síðan kom sá dagur og Jesús kemur að byrja bara að lýsa myndina þess að sameiki, þetta eru 2 naut og þetta sameikið heldur þeim saman og þau eru sem sagt fest saman til að draga plóg yfir akur á túni eða þá til að draga kerru, draga eitthvað farm kannski sem þungur, þá eru þau sett saman þarna. Og annað nautið sem eldra og reynsluríkara, það tekur mestu byrðina. Það tekur á sig þyngdina og yngra nautið, það sem sagt, tilgangurinn með því að yngra nautið komið þarna inn, það það að hann læri bara að ganga með hinu nautinu. Hann sem sagt, þarf ekki að bera alla byrðina og hann á sem sagt að samstilla sig og aðlaga sig að hinu nautinu og sem sagt, það gæti verið að þegar búið að setja á hann þetta svona óþægilegt, en svo byrjar hann að fara með nautinu og venst, þegar vaninn kemur inn og þá þetta ekki eins óþægilegt og hann að stýra sig svona að háttum hins nautsins og hann tekur allt á sig sem sagt. Og þegar ég fór að skoða þetta þá fannst mér þetta svo ótrúlega sterkt að náðin sem sagt, hún kennir okkur vissa hluti. Ég fyrir eða hvernig ég á að standa? Náðin sem sagt kennir okkur ákveðna hluti og Biblían segir að hún kennir okkur að afneita óguðleik. Og ég stundum verið að hugsa þegar ég að tala náð Guðs og sérstaklega bara upp á síðkastið þá ég verið að hugsa alveg, náð Guðs það eins og sé búið að setja eitthvað óorð á þetta hugtak. Að ef ég nefni náð Guðs, þá alveg ert þú eitthvað í náðarboðskapnum eða ert þú hvorum megin ert þú eða og mér finnst það svo óréttlátt vegna þess að Páll sjálfur sem náðarpredikari, hann notar þetta orð í tíma og ótíma og þetta mikilvægt orð í reikningunni, mjög mikilvægt. Og ef við hugsum okkur aðeins, ef við förum að predika kærleika Guðs, Guð, hann sem sagt, þetta nautið sem að yngra nautið lærir á hinu nautinu. Ég ætla bara að færa þetta aðeins yfir Jesú Krist, hvernig hann sem sagt ber þessa byrði. Hvernig bar hann þessa byrði? Hvernig bar hann þetta ok? Því hann fekk ok á sig og hvernig í ósköpunum gat hann, og ég man bara eftir því á nýfrelsuð, hvernig í ósköpunum gat hann tekið á sig mínar syndir svona mörgum árum áður. Og ég sagði, þú myndi aldrei skilja þetta, en hann gerði það í rauninni með því að meðtaka og taka á sig ábyrgðina. Hann tók á sig ábyrgðina. Og það þýðir að
þessi skuld sem var á okkur, sem var ómögulegt fyrir okkur að borga. Þú veist, það var enginn sem gat hjálpað neinum öðrum. Við vorum í bara þvílíkri skuld sem við gátum ekki borgað. Og hann ákvað að taka þessa skuldabyrði á sig. Þið vitið hvernig það með skuldabyrði? Það byrði. Og við finnur það bara í líkamannum, sálinni og öllu. Og sérstaklega ef þú komin á þann stað að þú getur ekkert í þessu gert og þú bara búin að missa allt. Þá kemur byrðin yfir þig. Og hann tók þessa byrði, þessa skuldabyrði. Og það þýðir það, þegar hann meðtekur að taka ábyrgðina á sig, þá hann stendur frammi fyrir því að vera dæmdur, þá stendur hann og hann ver sig ekki. Hann bara hljóður og hann segir ekki neitt. Af því að hann var búinn að taka ákvörðun. Hann ætlaði að verða brotamaður fyrir okkur. Hann var búinn að ákveða það. Hann ætlaði að vera sekur til þess að við getum verið saklaus. Og hann hefði getað hætt við. Hann hefði alveg getað hætt við. Og hann hefði kannski að vera í lagi með hann. En hvað með alla hina? Og hann var að hugsa alla hina. Hann ætlaði að taka þessa byrði á sig. Og með því að gera það, þá kemur þessi ásökun. Og þessi ásökun sem beint á hann. Og þegar þessi ásökun kemur, þá kemur fordæmingin. Fordæmingin kemur á móti honum. Og refsingin síðan lögð á hann. Og það voru afleiðingarnar. Hann þurfti þá að því að búin að ákveða að taka þetta á sig, þá þurfti hann að taka við þessum afleiðingum, sem dauði. Og það var þetta sem hann tók á sig. Og einn góður biblíukennari sem ég hlusta stundum á og biblíukennari í Svíþjóð sem ég var, hann kom með svona góða samlíkingu að þetta var ekkert eins og hann væri bara að taka eitthvað svona ruslapoka og henda honum. Þú veist, ok, ég tek syndirnar og ég hendi þeim í gleymskunnar haf. Þetta var ekkert eins og hann tæki bara svona ruslapoka og henda honum í ruslið. Þetta var stórt og þetta var vont og þetta var erfitt og þetta var bara þjáning út í gegn. Og það var það ok sem hann tók á sig. Það var það ok sem hann ber og við getum komið svo með honum. Og við löbbum í sömu átt að hann. Og þá mitt komum við að þessu náðar hugtæki. Hvað þýðir það fyrir okkur? Að hann hefur gert okkur lýtalaus og réttlát. Við þurfum bara að hvíla í gæsku hans og náð og hvíla í þessu sigri og hvíla í því að hann hefur tekið á sig allar okkar syndir. Allar okkar syndir. Hann búinn að taka það á sig og gert okkur saklaus og lýtalaus frammi fyrir sér. Við stöndum bara saklaus. Og það sannleikur. Það það sem Biblían segir. Og ég hef stundum hugsað þegar ég að tala út frá þessu. Þá verð ég svona, bitti, en ég verð að passa mig. Fólk hugsar, já, þá má ég bara halda áfram og fæ ég smá leyfis að gefa smá syndinu svolítið gaum og fara aðeins í þessa áttina því Guð fyrirgefur. Ég ætla að segja eitt. Ég var að tala við einn góðan ráðgjaf sem ég tala stundum við. Og hann var að tala og sagði svo með konuna mína, ef ég myndi til dæmis halda fram hjá henni, sem myndi aldrei gera, en ef ég myndi gera það, og hún myndi fyrirgefa mér, hvað myndi ég gera? Myndi ég hugsa, ég ætla að, já, hún fyrirgefi mér. Þá ætla ég að halda áfram. Ég ætla að halda áfram að brjóta á henni því að hún svo náðarík og hún fyrirgefur mér alltaf. Eða mun hann hugsa, hún fyrirgefur mér. Ég vil iðrast í sekk og ösku. Ég elska hana. Ég vil ekki særa hana aftur. Af því hann elskar hana. Hann elskar hana. Þetta ekki spurning ok, að tikka í eitthvað box, heldur þetta spurning kærleika og elsku. En hugsa okkur ef að nautið kemur undir okið og Jesús myndi segja, heyrðu, taktu af þér þetta ok, það þarft ekki á því að halda.
Bara taktu það af þér. Þú þarft ekki á því að halda. Málið það að hvíldin, hún felst ekki í því að kasta af sér öllu okinu. Við þurfum að halda áfram að samstilla okkur Kristi. Við þurfum að halda áfram að ganga þessa braut. Við erum ennþá að læra, þjálfunartíminn, hann er ekki búinn. Við erum ennþá í þjálfun, en undir mun léttbærari kringumstæðum. Já, við erum undir allt öðruvísi kringumstæðum heldur en Ísraelsliðurinn var. Og ef að nautið myndi hugsa, ég þarf ekki að bera neitt ok. Hann tekur allt okið. Þá ætla ég að fara að þanga, ég ætla að fara mína leið. Það sem gerist er að þegar hann fer að snúa sig við og fara sína leið, að meiðir hann í rauninni. Og meiðir hann ef hann stoppar og er ekki samfyllt og er ekki fara sömu átt. Og þannig að ef hann hugsar, ok, ég ætla að fara og ég ætla að gera það sem ég vil. En það er ekki hugsunin með þessu okið. Þetta er öðruvísu ok í rauninni. Þetta er ok sem við eigum að koma undir. Við eigum að koma undir þetta ok. Og það er svolítið fráleitt að hugsa til þess að við hugsum að þegar náðin er komin, þá megum við bara sleppa beisluna af holdinu og bara gefa gindinni svigrúm. Bara gefa gindinni aðgang. Bara slaka aðeins á. Þessi hugsun í rauninni er svolítið fráleit. Og ef við hugsum það, allir svo tími sem að fór í að þjálfa Ísraels þjóðina, að vera undir þessu oki og koma í þennan vana, að sjá hverju vilji Guðs með þessum boðum og finna hver hann er og finna hver karakter hans er og að ganga samhliða því í allana tíma, gera mistök, rísa upp, iðrast í ösku og hrópa á Guð og koma aftur undir þetta og hlýða Guði, fylgja Guði. Þetta er þeirra saga. Og ef að Guð var búinn að taka allan þennan tíma, allt þetta tímabil, allt þetta þjálfunartímabil, bara síðan til að segja við okkur, sturtu niður boðorunum, slepptu bara af þér okinu og hlauptu þína leið. Það er svo öfugsnúið. Það var ekki það sem Guð ætlaði frá byrjun. Og í Mattheus 11 þá stendur, komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, þegar ég er hógvær og af hjarta lítillætur. Og þá munu þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín er létt. Og lærið af mér, hvað eigum við þá að gera? Ég á ekki að fara mína eigin leið, ég á að fara í sömu átt. Hvað vill hann að ég geri og hvað er það sem hann vill að ég geri? Lærið af mér. Við lærum af honum. Hvað gerði Jesús? Hann kom til þess að setja þjáða lausa og boða náðar og drottins. Hann kom til þess að veita föngum lausn og að lækna og það sem veikir voru. Og við sjáum að, hann læknar blindan mann. Hann læknar konu sem var búin að vera beygð í 18 ár. Hann læknaði konu sem var búin að vera með blóðlát í 12 ár. Hann læknar holdsveikan mann. Hann læknar. Hann er kominn til að leysa fólk undan þessari áþján, undan þessu oki og undan þessari kúgun. Þess að leysa fólk. Og við lærum á honum. Og það sem er uppörvandi í rauninni í þessu er að við getum þetta. Það er það sem er svo uppörvandi. Við getum verið samhliða Guði. Af hverju? Því þegar Jesús tók okið á sig, að þá, hvað maður að segja, hann uppfyllti, hann fullnægði kröfum réttlætisins. Og þetta eru kröfur réttlætisins sem að hann uppfyllti. Og Jesús sagði sjálfur, ég er ekki kominn til þess að ógilda lögmálið. Ég er ekki kominn til að sturta þessu bara niður.
heldur til þess að uppfylla það. Þess að gera okkur þetta léttbærara. Það mun koma sá dagur sem ég sendi minn anda og ég mun hjálpa ykkur að vera samhliða mér, að ganga samhliða mér. Ég mun styrkja ykkur. Og að lesa hérna úr Galatabréfinu. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sem hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúið veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Þetta bara rosalega djúpt. Wow. Ritningin segir að allt sem hneppt undir vald syndarinnar. Syndinni var gefið ákveðið tækifæri í ákveðin aðgang í ákveðin tíma og svo stendur til þess að vera að segja okkur af hverju henni var gefið færi til þess að trúið veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Og svo annars það talað til þess að allir öðlist fyrirheitið. Allir. Það byrjuðu allir á nulli. Til þess að fyrirheitið myndi veitast með því að treysta það sem að Guð léti Jesú Krist gera. Og áður en þessi leið var fær, vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlætumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara og það rétt. Við erum ekki lengur undir tiftara og við mögum segja það fullum hálsi því að Biblían segir það. Við erum ekki lengur undir þessum tiftara en það þýðir ekki það að við bara förum okkar eigin leið. Það þýðir það að við höldum áfram með Jesú Kristi. Við höldum áfram að samstilla okkur með honum og ef við hlýðum og ef við höldum áfram, þá komum við inn í fyrirheitna landið. Og hugsa ykkur, stundum fara með þessa tilfinningu að maður kannski gangi gegnum eitthvað erfitt, eitthvað þungt og maður hefur bara þessa tilfinningu, Guð ekki alveg 100% með mér. Það kannski 1% sem ég finn að vantar eitthvað upp og hann ekki alveg með mér. En það lygi. Það lygi. Hann 100% með okkur. Hann búinn að henda syndinni. Hann búinn að, það var nákvæmlega það sem hann ætlaði að gera. Það var að útrýma guðleysi frá Jakob. Það var það sem hann ætlaði að gera allan tíman. Hann ætlaði að útrýma þessu guðleysi. Hann gaf ákveðnu guðleysi, ákveðnu sveigrúm til að byrja með, en bara til þess að útrýma því. Hann ætlaði að sigra dauðan almennilega og gera það réttlátlega og hann gerði það í réttlæti sínu og Jesús uppfyllti þessa kröfur. Hvað getum við þá gert? Hvernig þetta óaksest fyrir okkur? Það það að við hvílum í því sem að Guð og sem að Jesús, það sem Guð lét Jesús Krist gera, það sem að hann fullnaði, verki sem að hann gerði, við hvílum í því. Ég þarf ekki að ganga og stunda ákveðið bara til þess að finna mig verðuga í einhverju. Ég þarf þess ekki. Ég 100% verðug. Frammi fyrir Guði, ég 100% verðug. Og mitt í storminum og mitt í öllu því sem að kemur á móti okkur, þarna getum við þá hvílt. Við getum komið til hans og hann mun veita okkur hvíld og hann mun gefa okkur þennan frið sem æðri öllum skilningi, öll ásökun sem að kemur á móti okkur. Hvað það fordæming, hvað sem að kemur á móti okkur og þetta kemur á móti okkur. Þetta æfing. Við erum að ganga við hliðina á honum, við upplifum þetta allt. En við æfum að sleppa. Það sem þetta í rauninni æfing að sleppa og treysta. Æfing að sleppa, æfing að treysta.
brynja réttlætisins, það ekki eitthvað sem að, þú veist, þessi herklæði sem okkur gefin, það ekki fyrir okkur til þess að fara í alvöru herna, það í rauninu bara að læra að réttlæti Guðs opinberist fyrir okkur svo við sjáum verk Drottins á krossinu þar sem hann hefur unnið fyrir okkur. Og þetta var svona þessi boðskapur sem ég langaði til þess að koma með í dag og bara sýna fram á það hvað Guð lét Jesú Krist gera. Þetta hugsaði hann áður en hann skapaði okkur, áður en hann skapaði jörðina. Hann ætlaði að færa okkur fram fyrir sig algjörlega lýtalaus og gera það á réttlátan hátt. Þess vegna tók þetta langan tíma og þetta tók á og þetta kostaði. Og þess vegna þegar við spyrjum, af hverju gat Guð ekki bara gert það hinsegin? Nei, hann þurfti að gera það svona. Já, halleluja. Guð er góður. Takk, Jesús.